Þú ert næstur á mælendaskrá. Formaður og ágætu félagar. Salvör hélt því fram áðan að B-nefndin hefði tekið þá afstöðu að vinna á grundvelli þingræðisreglunar. Og það mátti skilja það af orðum hennar að sú vinna sem unnin í B-nefnd og svo lagasmíð og smíð sem hefur átt sér stað, sérstaklega varðandi eftirlitskerfið, að myndi ekki nýtast ef að væri önnur aðferð við að velja forsætisráðherra heldur en að leyfa þingmannum að velja. Ég ekki sammála þessu, ég kannski miskil hennar sjónarmið, en ég held að allt sem við höfum gert, mest svona 90% af vinnunni í B-nefndinni, muni nýtast jafnvel þótt að framkvæmdarvaldið sé kosið í beinum kosningum. Og ég held líka, og ég get fært rök fyrir því, að sú vinna, hún mun nýtast mun betur ef að kosi verður í beinu kosningum. Því að meirihlutin í öllum eftirlitsnefndunum þetta sá meirihlutin sem styður forsætisráðherra. Svo hvers vegna miklu meiri líkur á því að nefnd þingmanna sem væri ekki háð forsætisráðherra hafi eftirlit með honum með raunhæfum hætti. Nú Þorkell myndist á þrennt, það foringjaveldið, tveggja turna kerfið og takmarkaðu tími. Ég hef heyrt þetta áður. Nú ég ætla ekki að vera að endurtaka það í sambandi við foringjaveldið, við þekkjum það, við höfum reynslu af hvernig þessi málin eru hér. Það hefur engin fært rök fyrir því að þó að kjósendur kjósi forsætisráðherra í beinum kosningum að það muni leiða til þess að hér verði meira foringjaveldi en verið hefur. En varðandi tveggja turnakerfið, og það kannski mál sem að menn svona að hugsa um. Ég sé ekki að það kerfi sem við höfum þegar smíðað í B-nefndinni sé ekki þess eðlis að það skiptir engu máli raunum hvort að þingið kýs þennan forsætisráðherra eða almenningur. Það alveg sama tveggja turnakerfið. Og ég heyrði engin rök fyrir því. Varðandi takmarkaðan tíma, við erum að tala um aðferð til að velja forsætisráðherra. Nú Vilhjálmur benti á það að við eigum að treysta þinginu, því þingið kosið af þjóðinni. Jú, það rétt. Að vísu treystir almenningur kannski ekki þinginu mjög mikið núna, en við treystum þinginu til að vinna ákveðið starf, löggjafarstarf. Akkur eigum að treysta því að þeir séu að velja framkvæmdarvaldi líka? Akkur getur ekki einhver annað gert það? Akkur þurfa að fá þetta mikla vald? Og mín minnist á markmiðin valddreifing og lýðræði. Ekki meiri valddreifing og lýðræði ef að þingi sér löggjafarstarfið og svo sjá einhver annar að velja framkvæmdarvaldið? Ég hef nú haldið það. Það valddreifing, það lýðræði. Svo mér finnst nú ekki þetta ganga. En ég held að við verðum, þegar við erum að skoða þessi mál, að huga að veruleikanum. Stjórnmálalegum veruleika á Íslandi. Við megum ekki lifa í einhverjum fílabeinsturni í þessum efnum. Tökum dæmi. Samsteypustjórn mynduð. 32 þingmenn mynda samsteypustjórn á Íslandi. Af þessum 32 þingmannum þá verða kannski 12 ráðherrar. Það þriðjungurinn af þinginu sem verða hvernig haldið þessi? Hvað hugsa þessi menn? Þessi 32, hvernig get ég orðið ráðherra? Hvaða dygðir og eðliskosti þarf ég að hafa til að vera ráðherra? Hvað haldið þið? Hugsaðu það. Það ekki undirlægi háttur gagnvart flokksræðinu? Gagnvart þeim sem foringjanum í flokknum? Menn að tala um Davíð Oddsson. Hvað heldur þú að menn hefðu komist langt með því að rífa kjaft við hann? Fyrirgefðu Davíð, ok, ég vonast ekki að hlusta. Menn verða bara viðurkenna það sem Og ég held að, ég vil heyra sterkari rök en ég heyrði. Bæði frá þeim sem eru þessara skoðunar. Og svo annað í sambandi við myndun ríkisstjórnar. Nú verið að tala um það í raun að þingið ákveði þetta. Ég meina, við höfum þessa reglu, hún ekki lögfest í stjórnarskráni, hvernig ná mynda ríkisstjórn. Það svona venjur, forsetinn veitir umboð og þetta svona gengið sæmilega.
Nú var svona aldursforsetinn sennilega þingsins að koma að þessu, gamall flokksjakt sennilega. Hann á að sitja þarna og mynda næstu ríkisstjórn. Ég meina þið sjáu vel að þetta gengur ekkert upp. Horfum á veruleikann, markmið, valddreifing og lýðræði og hættum að blekkja okkur í þessu máli. Takk fyrir.